Það hefur bara þvílíkur sigur og þvílíkt svar eftir að hafa lent 2-0 undir bara snemma leiks. Já, bara virkilega ánægður með hvernig við komum tilbaka sko. Við náttúrulega byrjum leikinn ekki nægilega vel og bara virkilega sterkt að koma tilbaka eftir að hafa lent 2-0 undir hér. Einmitt, þið lendir 2-0 undir, hvað svona fannst þið gerast þar? Bara byrjum bara ekki leikinn má segja sko. Það svona kannski auðveld útskýring en þeir voru bara undan í seinni boltanum og voru að pikka hann upp þar og nær markinu okkar og gott skot hjá Aroni og svona við reynum bara að byrjum ekki leikinn sko og svo þegar við fáum fyrsta markið þá svona sínu svona okkar rétt andlit finnst mér. Þetta svona eins gott svar og það gerist. Já, þú getur ekki svarað held ég mikið betur en við hefðum svo sem líka hefðum geta svarað betur að því við klúðurum allan að svona 2 dauðafærum sem ég man eftir sko svona skot sem Tryggvi fær sem hann alinn inn í teignum og svo aðeins og först sendingin hjá Jónatan þegar hann rennir honum yfir á Tryggva þannig að við hefðum getað svarað þessu betur en bara frábært hvernig við svöruðum þessu. Og frábær frammistaða í heild sinni og þið eru búin að núna síðustu 6 leikir, það eru 5 sigrar, þið hlítið að vera ánægðir með það? Já, bara algjörlega sko og það er að fá stöðuleik í það er náttúrulega mjög gott og bara fyrst og fremst bara mjög ánægður með að koma hingað og sækja sigur sko. Einmitt, og svona tekur aðeins pása við, er það kannski að koma á röngum tíma fyrir ykkur? Nei, í rauninni ekki sko, það er svo sem ekki pása, við náttúrulega erum með bikarleik sem held ég búið að færa til 9. Þannig að það eru bara einhverjir 6 dagar á milli og þannig að það er svo sem, þetta heldur bara áfram held ég. Og þið möttu gera það þákað? Já, klárlega, Keflavík er búið að slá út Breiðablik og ÍA og ef við mætum ekki tilbúinir í þann leik þá getur farið illa, þannig að við þurfum að mæta klárlega vel gíraðir í þann leik og ætlum okkur áfram. Takk hérlega. Takk.